Já, komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn. Hann tekinn upp hér á Egilsstöðum og hingað komin til mín Sigrún Blöndal. Hún formaður stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi. Velkomin. Takk fyrir. Það nú mjög freistandi að fá þig til að lýsa bara svolítið fyrir mér fjórðungnum. Hvernig hann samansettur? Þetta náttúrulega gríðarlega fjölbreytilegur fjórðungur. Það er náttúrulega blómleg sjávarpláss, en líka svo byggð upp til eða lengri inn í landið, þar sem að menn í rauninni eru aðrir atvinnuvegir sem eru stýrandi eða leiðandi. Svoleiðis að þetta auðvitað, það býsna fjölbreytileg flóra hér af svona mannlífi og atvinnulífi. Þið ekki með öll eggin í sömu körfunni þar með? Nei, það alveg óhætt að segja, það ekki, nei. Ferðamennskan samt mikilvæg grein hér. Já, sko ég held að það er gríðarleg uppbygging orðin hér í ferðamennsku eða vegna ferðamanna á síðustu árum. En auðvitað höfum við haft talsverða sögu hér ferðamennsku. Bara hér á Egilsstöðum og hérna inn á Hallormsstað til dæmis, þar voru auðvitað rekin gistihús hér bara fyrir hluta 19. eða 20. aldarinnar. Auðvitað þekkjum við það, en þetta hefur sprungið alveg út núna síðustu árin. Og sjávarútvegurinn, náttúrulega mjög blómlegur hérna? Það mjög þróaður, held ég megi segja, sjávarútvegur hér og náttúrulega bara svona stöðugur í rauninni. Það náttúrulega mjög stór útgerðarfyrirtæki og öflugar vinnslur. Það náttúrulega síldarvinnslan í Neskustað og HB Grandi á Vopnafirði. Eskifirði, svo að þetta eru stöðu og öflug fyrirtæki. Akkurat. Hvernig hafa, nú þú búin að vera síðan 2010 í pólitíkinni hérna, já, og hvernig var að koma inn þá svona stuttu eftir hrun? Hvernig var staðan á sveitarfélögunum bara þarna? Staðan var náttúrulega þannig að þau voru náttúrulega yfir eða mörg þeirra afskaplega skuldug. Og það var svona, sem maður segir, það var talsvert átök að koma saman fjárhagsáætlunum. Og það var náttúrulega ekkert svigrúm til að gera nokkuð skapaðan hlut. Svoleiðis að menn voru ég sé nú oft fyrir mér að sko menn sátum kannski með ostaskeran sko og flysjuðum niður. Og ég man það vel til dæmis þegar þrautalendingi var að skera niður fjölmiðlavaktin hjá bæjarstjóranum upp á 300.000. Það svona á þessu kjörtímabili fyrra, þá voru menn bara, það var hugsað hverja einustu krónu. Og það í rauninni þannig ennþá. Sko nú þensla í samfélaginu, maður finnur það. Hún ekki búin að ná inn til sveitarfélagana? Jú, sko svona að vissu leyti, en við finnum samt ef við horfum á sko yfirlit yfir til dæmis aukningu og útsvari frá fyrra ári, þá hún náttúrulega ekki sambærileg hér fyrir austan eins og bara á öðrum stöðum, bara ef maður ber saman við Reykjanesbæ, að þá til dæmis á starfssvæði SSA þá höfum við verið að horfa núna þessu ári á svona 5–7% hækkun á útsvarinu, en við sjáum tölur eins og 20% í Reykjanesbæ. Það ansi mikill munur á því. En hvernig flutningur til og frá Austurlandi? Sko, ég held að sé þannig að það í rauninni að fjölga í öllum landsfjórðungum núna og það var nú bara á ársfundi Byggðastofnunar sem ég sat í gær í Miðfirði á Laugarbakka. Þá held ég megi nú farið nú ekki rangt með það að Þóroddur Bjarnason var að lýsa því og tala um það að sko það jákvæð í rauninni, jákvæð flutningur til landsbyggðarinnar í rauninni. Og það nú kannski fyrsta sinn í nokkur ár sem það gerist. Hverju það að þakka? Það nú ýmsar skýringar sem menn hafa á því, sko. Sumir segja að fólk sé að flýja í húsnæðisverð á höfuðborgarsvæðinu. Kannski eru fleiri tækifæri orðin út á landi, kannski bara sjá menn möguleika á fleiri atvinnutækifærum en áður. Margir auðvitað sækja kannski í aðeins einfaldara líf. Það er ekki eins langt að fara með börn í skóla og tómstundir og kannski eru menn að sækja eitthvað aðeins til upprunans eða náttúrunnar, ég veit það ekki, en þetta eiga menn bara eftir að skoða. Já, gott að búa hérna? Já, mér finnst það. Ég flutti til Reykjavíkur eða Hafnarfjarðar þegar ég var 12 ára og ég held að ég hef alltaf ætlað mér að koma aftur og gerði það leið og ég var búin að ljúka námi og þá flutti ég hér austur aftur. Og ekkert vandamál að fá vinnu? Nei, þá bara var ég svo heppin að losna starfi í Menntaskólanum á Egilsstöðum sem bara hæfði mér eða passaði mér
og ég hef bara verið hér síðan. Skiptir ekki mjög miklu máli að hafa hér menntaskóla? Jú, hann alveg gríðarlega mikilvægur vegna þess að við sjáum það bara að nemendurnir sem hafa verið í menntaskólanum, þeir eru að koma hér bara á allt svæðið, allt Austurland tilbaka og eru þar bara komnir tilbaka og vinna hér og vilja koma með sína fjölskyldur. Svo auðvitað þetta alveg grundvallaratriði. Hvað með aðra menntastofnanir, sæjurðu fyrir þér háskóla? Þið eru með vísi að því eða hvað? Sko það nú verið að vinna að stofnun Háskólaseturs Austfjarða, það nú vegum Fjarðabyggðar í raun og fyrirtækja og ég svo sem get ekki sagt þér neitt um það, ég þekki það ekki bara hvernig staðan það. Ég held að það sé, persónulega tel ég að það sé óraunhæft að við séum hér með staðbundinn háskóla. Hins vegar eigum við náttúrulega bara að ýta á það að háskólarnir í landinu, sem eru nú þó nokkrir, að þeir bara sinni því að bjóða upp á námsleiðir í fjarnámi, þannig að menn hafi tækifæri til að afla sér menntunar hvar sem þeir eru á landinu. Já, það ekki alveg blasir við? Mér finnst það, jú, en menn hafa verið svona misviljugir við þá og skólarnir misviljugir. Og ég hef nú lengur sagt, sko, við erum nú að gera könnun á fjarnámsþörf á vegum Sambandssveitarfélaga á Austurlandi. Þörf á í rauninni kanna sko hug fólks til þess hvaða í rauninni námsleiðir það myndi vilja sko eiga kost á að komast í og þá með fjarnám í huga. Og ég held að sko háskólarnir ætti að velta því fyrir sér sko að setja upp eitthvað langtíma plan. Þannig í rauninni að það eru námsleiðir sem eftirspurn eftir í rauninni sem atvinnulífið kallar á. Ég nefni oft dæmi talmeinafræðinga. Það skortur á talmeinafræðingum. Hér mjög erfitt að, ég held að sé starfandi 1 eða 2 hér á Austurlandi. Og þetta bara heilmikið sko, spursmál fyrir marga fjölskyldur að hafa aðgang að talmeinafræðingum og heilbrigðisþjónustan líka. Ef menn getur sett upp plan með það að talmeinafræði væri kannski í boði í Háskóla Íslands 2022, þá hafa menn einhverja stefna að. Svo bara lýkur því og menn bjóða einhverja aðra námsleið. Menntun skiptir náttúrulega mjög miklu máli. Það verður nú bara að segjast eins og að já, við erum með, það talið fyrir eitthvað lágt menntunarstig hér, eða mælist fyrir eitthvað lágt menntunarstig á Austurlandi. Það eru fleiri hér en annars staðar sem eru bara með grunnskólapróf, en hins vegar það jákvæð að það eru fleiri hér með innmenntun, enda erum við bara vel stödd með innmentað fólk. Þó við þyrftum að gera betur, við þurfum að fleiri. Svoleiðis að auðvitað mikil áskorun og mikil þörf á því að bjóða upp á fjölbreyttara nám í fjarnámi. Því að þetta býsna mikið mál að taka sig upp með fjölskylduna og fara tilbaka og hættan að menn kom ekki aftur. Það nú það. Það hefur sýnt sig. Þannig að það nóg pláss fyrir gott fólk á Austurlandi. Já, það nú líkast til, en við erum mjög ríka mannauði hér. Hér mikið og gott og duglegt fólk. Já, heldur betur. Framtíðin björt í þínum huga? Ég held það, já. Ég held að ef að menn ber gæfu til þess að vinna saman og horfa á svæðið sem heild og láta svona minniháttar togstreitu lönd og leið og sjá þetta sem tækifæri að við vinnum saman. Ég held við þurfum á hvert öðru að halda hér innan fjórðungsins. Ekkert byggðarlag getur staðið hér eitt, held ég. Ég held að þá séu okkur allir vegi færir. En við þetta getum spilt fyrir okkur með því að standa ekki saman og vinna á móti hvert öðru. Og ég bara treysti nýjum sveitarstjórnum til þess að leggja áherslu á það að vinna vel saman. Látum þetta vera lokaorðin, Sigrún. Þakka þér kærlega fyrir. Takk fyrir. Við höldum áfram hér eftir stutta stund.